Guð setti páskana sem sáttmála. Krefst sáttmáli ekki þáttöku beggja aðila til að uppfyllast? Við, himneskir syndarar, sem þurfum fyrirgefningu synda, og Guð sem hefur vald til að veita okkur þá fyrirgefningu synda. Páskarnir, nýi sáttmálin, ekki einmitt það sem stofnað var milli okkar? Skoðum Hebreabréfið, 9. kafla, vers 27. Sjáum orð Guðs skrifað í Hebreabréfinu, 9. kafla, vers 27. Á sama hátt og það liggur fyrir mönnunum eitt sinn að deyja og eftir það að fá sinn dóm. Þannig var Kristi fórnfært í eitt skipti til þess að bera syndir margra og aftur mun hann birtast, ekki sem syndafórn heldur til að frelsa þá sem bíða hans. Þá hvað færir hann mannkyninu til fyrirgefningar synda þegar hann kemur í annað sinn? Það það sama og á tímum Sonsins. Sá sem birtist í annað sinn með sama grundvelli syndafyrirgefningar og við fyrstu komu sína sá sem mun veita öllum mönnum syndafyrirgefningu. Í gegnum hvað? Í gegnum loforð hans, páska hins nýja sáttmála. Jesús prédikaði sannleika hjálpræðis sem mannkynið gat hlotið fyrirgefningu synda fyrir tilstilli hans, lauk þjónustu sinni í 3,5 ár og steig upp til himins. Frá þeim tíma byrjuðu postularnir að boða víða sannleikan Jesú sem veitti fyrirgefningu synda. Allir sem trúa á Jesú og treysta á mátt Jesú geta fengið syndir sínar fyrirgefnar. Trúum á Jesú og verum sameiginlega frelsuð. Skulum við þiggja fyrirgefningu syndana. Þeir boðuðu mörgum á þennan hátt. Þess vegna, á tímum heilags anda, verðum við einnig að skilja og boða andan og brúðina, Guð okkar sem kominn til jarðar. Við verðum að trúa á þá til að fá fyrirgefningu synda. Trú þú á Drottin Jesú og þú munt verða hólpinn og heimili þitt. Þýðir það ekki að vera hólpinn að öðlast fyrirgefningu synda? Þannig geta þeir sem ekki trúa á andan og brúðina, himneskan föður og himneska móður, aldrei fengi fyrirgefningu syndana á tímum heilags anda. Þetta niðurstaðan sem við drögum eftir að hafa skoðað sögu Sonsins á hans tímum. Segir Biblían ekki að hann muni koma í annað sinn til að veita mannkyninu fyrirgefningu synda með sannleika hins nýja sáttmála? Þannig getum við aðra koma hans ekki hlotið fyrirgefningu synda nema við treystum á nafn hans. Svo, samkvæmt spámanninum Jesaja, hvers nafn mun þjóð Guðs þekkja? Ritningin segir, þjóð mín skal játa nafn mitt. Þeir eru þeir sem eiga skilið að fá fyrirgefningu synda sinna. Að segja bara Drottin þýðir ekki að okkur sé sjálfkrafa fyrirgefið syndir okkar. Þess vegna lagði Jesús ítrekað áherslu á þetta í 7. kafla Matteusarguðspjalls. Hann sagði, ekki mun hver sá sem segir við mig, Drottin, ganga inn í himnaríki, heldur sá einnir gerir vilja föður míns sem á himnum. Með öðrum orðum, við getum ekki komist inn í himnaríkið með synd. Við verðum að þiggja fyrirgefningu synda. En getum við, syndugir menn, verið hreinsaðir með eigin fyrirhöfn og verðleikum? Þar sem við getum það ekki, hvað þarf? Við þurfum loforð Guðs sem fyrirgefur syndir okkar. Hvað notaði Guð til að fyrirgefa okkur? Hann gerði það með sáttmála. Sá sáttmáli nýji sáttmálin í 20. og öðrum kafla Lúkasarguðspjalls. Til að uppfylla sáttmálan sagði Guð, þetta blóð mitt, blóð sáttmálans, úthellt fyrir marga til fyrirgefningar synda, sem gefur til kynna að sannleikur páskana verður að vera innifalinn í nýja sáttmálanum. Við skulum því næst staðfesta að Guð notar þetta til að staðfesta hver hann með því að fletta upp í 30. og 1. kafla Jeremíu. Sjáum Jeremíu 30. og 1. kafla, vers 31. Þeir dagar koma, segir Drottin, þegar ég geri nýjan sáttmála við Ísraelsmenn og Júdamenn. Drottin sagði skýrt að þegar við sjáum þann sem stofnar nýja sáttmálan, eigum við að þekkja hver hann Hver hann? Hann Guð.
Það vegna þess að Guð lofaði og spáði, ég mun gjöra nýjan sáttmála. Þá, ef við lítum á þrenninguna, hver Guð Jehóva á tímum föðurins í tímum sonsins? Hann Jesús. Og hver hann á tímum heilags anda? Hann Kristur ansangong. Framhöldum með vers 32. Hann verður ekki eins og sáttmálinn sem ég gerði við feður þeirra þegar ég tók í hönd þeim og leiddi þá út úr Egyptalandi. Þeir rufu þann sáttmála við mig þótt ég væri herra þeirra, segir Drottinn. Þannig sáttmálinn sem ég mun gera við Ísraelsmenn þegar þessi dagar eru liðnir, segir Drottinn. Ég legg lögmál mitt þeim í brjóst og rita það á hjörtu þeirra. Ég verð Guð þeirra og þeir verða lýður minn. Enginn mun framar þurfa að kenna landa sínum og bróður og segja, þekki Drottinn. Allir munu þekkja mig, bæði stórir og smáir, segir Drottinn. Ég mun fyrirgefa þeim sekt þeirra. Það Guð sem gefur fyrirgefningu syndana. Guð mun fyrirgefa þeim sekt þeirra og minnist ekki framar syndar þeirra. Á tímum föðurins var fyrirgefning syndana gefin í nafni Jehóva. En á tímum sonsins hún gefin í nafni Jesú Krists. Þó að hann hafi komið til jarðarinnar í holdi, ákvað Guð í gegnum nafn hans að öllum syndum yrði fyrirgefið og hver sem trúir á hann fái fyrirgefningu synda. En hvað með þetta tímabil heilags anda? Hver mun gefa okkur fyrirgefningu syndana? Allir, í gegnum hvert fengu þið fyrirgefningu syndana. Guð, sem gerði sáttmála við okkur, hefur gefið okkur fyrirgefningu synda. En veitti Guð ekki öllum fyrirgefningu synda í gegnum sannleika páska nýja sáttmálans, sem hann hafði lofað? Hver lýsti okkur upp og kendi okkur sannleikan páska nýja sáttmálans? Það hinn himneski faðir Kristur ansangong. Og hver sagður birtast með honum? Hinn himneska móðir okkar, nýja Jerúsalem, sem brúður andans. Hvað sögðu andinn og brúðurinn að þeir myndu gefa öllu mannkyninu? Þau lofuðu að gefa líf, það að segja, eilíft líf. Þeir sem ekki trúa á andan og brúðina geta aldrei öðlast fyrirgefningu synda, hvað þá að fá eilíft líf?